Þá skulum við rifja upp nokkra mikilvæga eiginleika heilda. Skulum sækja okkur tvöföll sem eru samfelld. Látum F og G vera samfelld föll á lokuðu bili frá A til B. Og þá höfum við fyrsta lagi að ef við heildum frá A til A yfir fallið f af x með til x, að þá fáum við 0. Myndræna framsetningin af þessu er þá þannig að hér er eitthvað fall f, hér er eitthvað punktur A og ætlum að heilda yfir þetta bil frá A til A, þá lítum við á það sem flatarmáli 0. Förum ekki neitt. Og segjum 2 að heilda frá A til B yfir eitthvað fall f til x. Það er sama og að heilda frá B niður í A með mínusformerki f af x dx. Við getum séð þetta fyrir okkur þannig að ef við segja bara svona gróf sönnun að heilda frá A til A, við vitum að það er samkvæmt 1, það er 0. En ef við ætlum að fara frá A til B, þá getum við litið á þetta þannig og förum frá A til B og síðan frá B til A. Getum við skotið hér inn og förum við frá A til B f af x dx og svo frá B tilbaka í A, B niður í A, f af x dx. Þetta þýðir að heildarfærslan er engin. Nú er ekki annað en að færa þetta hérna yfir jafnaðarmerkið, hvað er að segja seinna heildið, þá sjáum við að fara frá A til B, f af x dx er sama og mínus heildið frá B niður í A, og því sögum að þessu tilviki væri B stærri talan. Þess vegna skrifa hana hérna megin. Það skiptir þetta engu máli. Þó að A væri stærri talan, það er alveg sömu formúlur sem gilda. Númer 3. Það látum við A og B vera einhverjar rauntölur. Og svo höfum við fall sem við strýkum A sinnum f af x og svo eitthvað annað fall, b sinnum g af x sem við tiltókum áðan, þau voru samfelld og við ætlum að heilda þetta allt með til x, svona, frá A og upp í B og þá fáum við þessa ágætu reglu að við getum liðað heildi, við getum heildað yfir þetta, því að við getum skipt heildinu upp ef það er þægilegt eða við viljum gera það eitthvað rölda vegna. Og svo heildum við seinni liðin líka frá A til B. Svo er hérna stóra B sem er eitthvað röndala sinnum g af x dx. Og þegar við höfum röndtölur þá getum við tekið A-ið út fyrir heildi. Þetta er nokkuð ljóst að við hugsaum þetta sem að Riemann-summur. Þá er A, þá erum við bara að liða. Og þegar við tökum út fyrir að þátta f af x dx plus b sinnum heildi frá A upp í litla b yfir heildi af gx dx. 4. Við tiltökum einhverja tölur A minni en C sem er en B, sem sagt C liggur á milli A og B. Svona A, C, B. Hér höfum við heildi. Við getum skrifað
heildið frá A upp í C, heilda með tilde x og svo plús, þá erum við búin að heilda þetta hér, svo þarf frá C upp í B, frá C upp í B, f af x dx. Þetta er eins og að fara beint frá A til B yfir f. Svona. Númer 5. Ef að fallgildi x er í mesta lagi sama fallgildi g, hérna er f og hérna er g, á einhverju bili frá A til B, að þá er heildið, það varðveiti röðun. Þá er heildið frá litla a upp í litla b yfir f af x dx. Það er líka í mesta lagi sama og heildið frá a til b yfir g af x til x. Sem sagt, þetta heildið hér getur aldrei orðið meira heldur en heildið hérna undir fallinu g. Svo skulum við fá númer 6. Ef við heildum frá a til b yfir fall f af x d af x, og nú skulum við hafa í huga að f sé einhvern veginn svona, og hérna skulum við hafa lóðréttu línuna x jafnt og a og hérna lóðréttu línuna x jafnt og b. Þá er þetta hér plústala, segja þetta er heildi hér, en þetta hérna er mínustala. Við höfum þá plústölu, mínustölu og plústölu. Ef við tökum tölugildi af þessari útkomu, ef að plústölunar eru stærri en mínustölunar, þá kemur eitthvað jákvætt út. Ef að mínustölunar eru stærri, við höfum skoðað kannski stærra bil, ef að mínusinn er einhvern veginn stærri heldur en plúsarnir, þá kemur eitthvað neikvætt út úr heildinu. En þetta er alltaf í mesta lagi jafnt og. Ef við skoðum núna þetta hérna fall f af x, þá tökum við fyrst tölugildi af öllu. Þá erum þetta hérna fall. Þetta er í mínus, þannig að það fer í plús. Við tökum tölugildið. Og nú erum við bara með jákvætt fall og heildum yfir það frá a til b dx. Þannig að reikna út heildi, taka síðan tölugildi. Það er í mesta lagi jafn mikið og að taka fyrst tölugildi af fallinu f. Það gerum við allt jákvætt. Heildum svo við það. Jafnaðarmerki gildir auðvitað ef að fallið er sérlega í allt jákvætt, allt fyrir ofan x á sin. Og þetta er býsna notutölu regla. Við skoðum áðan þetta hérna fall frá heildum frá mínus 1 upp í 1 yfir x dx. Fengum að það var 0. Þá höfðum við þetta hérna fyrir augunum. Svona, heildum frá x jafnt og mínus 1 upp í x jafnt og 1. Þetta er minna heldur en ef við tökum tölugildið af x. Heildum það frá mínus 1 upp í 1 dx, en það er jú algildisfallið. Flatarmálið hér er hálfur, flatarmálið hér er hálfur. Þetta var 0. Þá heildum við frá mínus 1 upp að, þar er x neikvætt, þannig við erum að heilda mínus x, samkvæmt skilgreiningu á tölugildi. Og svo frá 0 og upp í 1, þar er tölugildið af x bara x. Hér höfum við tölu, tökum hann út fyrir. Við rauntalan mínus 1, getur þá nota reglu númer 3 minni mig. Og höfum þá mínus 1 upp í 0 yfir x dx, og hér höfum við heildið frá 0 og upp í 1 x dx, og við reiknum bara hvort heildi fyrir sig.
Þetta er þá mínus hér og fáum x í öðru á móti 2. Setjum inn heildismörkin frá mínus 1 upp í 0 og svo seinna heildið þá fáum við x í öðru yfir 2 og heildum frá 0 og upp í 1. Þegar setjum 0 hér inn í fyrra heildið þá fáum ég hvað? Mínusin áfram, ég ætla að setja stóra svega hér, 0 í öðru á móti 2 mínus og svo mínus 1 í öðru á móti 2 og svo seinni liðinn þá höfum við 1 í öðru á móti 2 mínus 0 í öðru á móti 2 og þetta gefur mínus 1 í öðru er 1, svo hefur við hérna mínus og mínus á það, þetta gefur hálfan. 0 hefur auðvitað ekkert framlag og svo höfum við hérna 1 í öðru á móti 2 sem er hálfur og þetta passar svona við myndina. 1 heill. Þessi þríhyrningur hérna hefur flatarmálið hálfur, þessi þríhyrningur hérna hefur flatarmálið hálfur. Þannig heildið er 1, en aftur á móti ef við heildum þetta sé negatíft flatarmál, þetta sé jákvætt flatarmál, þá er summan hér 0. Við skulum fá eina reglu enn sem er ýmist kölluð milligildisetning fyrir heildi eða meðalgildisetning fyrir heildi. Og köllum hana hér milligildisetning fyrir heildi þó það sé meðalgildisetning af því að maður nota milligildisetninguna í sönnuninni.